Þegar þú lítur yfir sviðið, Jón Ormur, svona þessa plánetu okkar, í þessu tilfelli, hvar sérðu, svo við horfum hérna heima aðeins, hvar sérðu hættur og tækifæri fyrir okkur í þessum ólgusjó sem þú ert að segja sér framöndan? Við erum stálheppin með hvar við búum. Við erum óskaplega heppin að vera á þessum stað á hnettinum. Þannig að við höfum hvergi getur að verið á betri stað. Við þurfum eins og að gæta okkur á því að okkar viðfangsefni þau ráðast ekki lengur á okkar eigin vilja. Okkar viðfangsefni mótast algjörlega á alþjóðlegum hlutum, alþjóðlegri þróun og allt sem við erum að gera, að afleiðingin af því mótast ekki endilega því hvað við reiknum með að gerist, heldur af því hvernig hlutin er að gerast annars staðar. Þetta sáum við í útrásinu, þetta sjáum við í hruninu og við ættum ekki að séð þetta frá degi til dags. Þannig að það skiptir miklu máli fyrir okkur hvernig við höfum okkur innan þessa kerfis. Og það sem ég held að kannski það sem kannski helst vanrækt, það er það að byggja upp traust samband við ríki sem líklega til þess að vera vinur okkar til langframa. Við höfum verið mjög kærulaus með að byggja upp slík samband vegna þess að það byggjast á því að aðri geti treyst okkur. Og hvaða ríki ertu þá að hugsa Þá er talað fyrst og fremst ríki eins og Norðurlöndunum sem við höfum mjög gott samstarf við, ríki á meginlandi Evrópu og Bretland og einhver leyti Bandaríkin líka. Fyrir smáríki þá er ekkert sem kemur í staðinn fyrir það að eiga trausta bakhjall hjá vinaþjóðum sem skilja okkur, vilja okkur vel og vilja hjálpa okkur þegar við þurfum á að halda. Og það sem ég hef kannski séð svona yfir árin er ákveðið kæruleysi okkar gagnvart því að byggja upp þessi bönd vegna þess að þau byggjast á því að þessi ríki geti líka treyst okkur. Þannig að svona utanríkisstefna sem að sveiflast mjög mikið til og það er mjög eðlilegt að það sé deilt utanríkisstefnu eins og Íslandi Evrópusambandið og þjóðin þarf að taka afstöðu til þess á einhverjum tímapunkti. En frá degi til dags þá hefur stefnan kannski ekki verið nægilega skýr. Þjóðir hafa ekki algjörlega getað treyst á okkur. Við höfum svolítið verið gefin fyrir það að daðra við alls konar aðeila hingað og þangað og við gerum það ekki lengur án þess eftir því sé tekið og það hefur kostnaði för með sér. Eigum við ekki að teygja okkur sem sagt yfir okkar næstu nágranna og reyna að ná beinu sambandi við þessi stóru ríki framtíðarinnar? Reynum að ná góð samband við Rússland og Kína og allt það, en ekki daðra við með þeim hætti að við sem að stilla okkur fyrir hliðina sem einhverju sérstakir bandamenn. Nágrannar okkar í Evrópu verða ekki að treysta því að við stöndum með þeim líka. Annars standa þeir ekki með okkur.